Jólaskreytingum borg og bí fjölgar eftir því sem að nærri dregur jólum. Jólakötturinn á Ráðhústorginu á Akureyri hefur til dæmis verið fasta gestur í nokkuð mörg ár. Við ætlum að kynnast honum nánar á eftir. Við förum líka upp í Arnarsíðu á Akureyri sem fagurlega skreytt og við endum svo á kaffihúsi með listamanninum sem að einmitt skreytti eða bjó til þennan kött hérna á Ráðhústorgi, Aðalheiður Eysteinsdóttir. Ja, þú gerðir þennan eða hannaðir þennan kött fyrir því að 10-15 árum eða hvað? Já, það eru líklega svona eitthvað á milli 10 og 11 ár síðan að kötturinn var gerður og þá í samstarfi við Fjölsmiðjuna á Akureyri. Akureyrarbær kom að tala við mig og bað mig að setja af stað svona smiðju þar sem að fólk úr Fjölsmiðjunni gat komið og unnið með mér og við í sameiningu gerðum þennan jólakött. Hvað vissir þú nú jólaköttinn þegar þú fyrst þessa beiðni? Já, ég náttúrulega alinn upp í sögurnar og jólakettinum alveg eins og bara Grýlu og jólasveinarnir. Þetta fylgdi, þessi kynjaskepna sem að Grýla átti eða á og ég náttúrulega alinn upp við allar þessar sögur, þessa gömlu þjóðsögu að jólakötturinn hafi farið á stjá í desember og þefaði uppi fátæk börn og óþekk var líka í mínu ungdæmi og éti þau hreinlega. Þetta voru nú ekki frýnilega skepnur, Grýla og jólasveinarnir og jólakötturinn. Þetta var allt saman einhvern rifaldalið sem að svona var að gera einhvern óskunda. Og þannig ég alinn upp við þessar sögur og ég sverða að enn í dag er ég að kaupa á mitt fólk, minnstakosti sokka eða nærföt, eitthvað smálegt þannig að fólk fari ekki í jólaköttinn. Því að ég hef bara mjög gaman að halda við þessari gömlu þessum gömlu sögum. Mér finnst að við eigum að varðveita þetta. Þessar sögur, þær eru nú óhuggulegar. Þetta eru náttúrulega óhuggulegar sögur og alveg eins og bara til dæmis í ævintýrum H.C. Andersen, þar voru allar sögur mjög óhuggulegar. En síðan er svona nútíminn búinn að svona núna bara rekur úlfurinn ömmu í burtu, hann étur hann ekki lengur og eitthvað svona. Þannig að það er alltaf verið að milda allt og gera allt svona huggulegra í dag. En ég held að börn og fólk almennt hafi bara líka gott af því að heyra vondu og slæmu hliðarnar á lífinu og það styrkir okkur bara og það minnir okkur á líka að það er ekki allir sem hafa það jafn gott. Ertu hrædd við jólaköttinn? Nei. Ég er eiginlega búin að taka jólaköttinn bara undir minn verndarvæng og svo má orðið komast og temja hann bara og hér stendur hann á torginu ár eftir ár og er nú og stendur sér bara mjög vel og börn hafa mjög gaman á honum, hann er notaður bara hreinlega eins og leiktæki, það er klifrað á honum og hann stendur sig vel. Já, hann er hansi sterk byggður, rammgerður. Já, hann er mjög vel byggður og strákarnir, Gunnar Orri og Guðni Már sem að voru í þessar smíði með mér, þeir stóðu sér rosalega vel og þetta var allt saman teiknað upp og byggt bara eins og rammgerður sumarbústaður eða sólpallur eða hvað við að orða það. Þetta er svona samskonar efni og hann var gerður til þess að endast þannig að það er ánægilegt að sjá að hann hefur gert það. En hugsaðu þetta þá þannig að krakkar getur verið að klimra upp á köttinn? Já, ég hugsaði það þannig að þetta væri alveg helt til þess að fólk gæti og meira að segja á tímabili vorum við að hugsa að hafa gat í maganum þannig að börnin gætu sest inn í magan á honum. Og þá einmitt með tilvísin það að kötturinn væri að éta þau En svo sá að það yrði kannski einum of mikið príl að hafa það þannig að við ákváðum að hafa lokaðan. En þau ná að komast og foreldrarnir bara hjálpa þeim að fara upp á hann og svona eitthvað Þannig að þetta vekur yfirleitt mikla kátínu hér á torginu og mjög gaman að þessi saga skuli lifa áfram. En kötturinn hann er 10 ára, er búið eitthvað svona að gera við hann eða? Já, það er nú lakkað yfir hann svona til þess að setja hann í sparifötin fyrir jólin Það er nú gert, en að öðru leyti smíðin annað heldur alveg þannig að þetta er rammgert kvikindi. Var gaman að vinna með strákunum að þessu? Já, mjög gaman, þeir stóðu sér mjög vel og þetta gekk allt saman svo fallega upp svona samstarf yfirleitt á milli aðila
þú veist, hvort sem það einhverjar stofnanir og listamenn og sem sagt og alls konar leikmenn, að það yfirleitt mjög ánægilegt. Já. Ég man eftir því þegar að kötturinn kom fyrst hérna á Ráðhústorgið, þá svona var þetta alveg nýtt sem sagt málning með endurskinni. Já, þeir fundu þetta, strákarnir. Já, þú vissir ekkert þetta? Ég vissi ekkert að ætlaði að setja þetta, sko. Og þeir fundu þessa málningu og settu á og mér eiginlega svolítið dauð brá þegar ég sá, sko, liturinn svolítið svakalegur á þeim, á augunum, svona á daginn. En það skemmtilegt að sjá þegar endurskinnið kemur, sko, í myrkrinu. Það virkilega gaman, þannig að þeir réðu þessu alveg, sko. En hvernig það, sem sagt, þegar þú ert að teikna upp svona skrímsli, þú þarft að vera hálfgerður svona, já, bara byggingaverkfræðingur, svona, að það hlutföll sig rétt og svona. Já, í þessu tilviki var, kötturinn var teiknaður algjörlega upp, þannig að því að ég var svona líka með þá í svona námskeiði, sem sagt, að hvernig maður gerir svona hluti, þannig að þá var þetta teiknað upp gaumgæfilega og stækkað í hlutföllum og allt það. Og jú, auðvitað þurfa sko þyngdarpunktarnir að vera á réttum stöðum, þannig að ekkert fari úrskeiðis og það sé sem sagt að enginn slasist á þessu og það sé hægt að hanga á honum og klifra, þannig að ekkert enginn slasist sig og kötturinn fari ekki að vagga eitthvað. En datt það í hug sem sagt þegar var verið að gera þetta að hann sem sagt myndi eldast svona vel? Kannski ekki, ég vonaði það auðvitað, en maður veit auðvitað aldrei hvernig veður og vindar og það ekki komið það mikil reynsla á verkin mín almennt sem hafa staðið úti. Það einmitt þetta svona 10-15 ára reynsla sem af því að timbrið standi svona úti. Þannig að ég náttúrulega ennþá kannski á einhverju svona tilraunastigi með þetta, hvernig þetta endist. En það kemur mér mjög óvart og verð að segja það, að þetta bara svo framalega sem að þessar haldi við með sem sagt viðavörn og lakki og þannig, sko. Að þá endist þetta alveg von og viti, því þetta auðvitað allt sem hann gerst líka úr. Þetta gert allt úr rakavörðu timbri með ryðfríum skrúfum og frostholnu lími og allt það, sko. Þannig að þetta er alveg bara gert eins og ég segi eins og hver annar sumarbústaður eða sólpallur, sko. Þannig að það ætti náttúrulega alveg að endast. En ef við bara tökum köttinn og svona, hann 10 ára, umbreytum því yfir í mannsár, hann bara kominn á, þetta orðinn ellilífust. Já, hann 70 minnstakosti. Hann minnstakosti 70. En kannski fer að síga á honum maginn og svona eitthvað. Það aldrei að vita. Ferðu alltaf svona ár eftir ár og heilsar upp á honum? Já, auðvitað. Ég gaman að sjá og þeir líka hjá bænum að leika sér að því að setja hann á mismunandi staði hérna við torgið og það líka gaman að sjá það að svona bæjarstarfsmenn að hugsa það að hann sé svona aðeins á hreyfingu. Hann sé ekki alltaf á sama stað, þannig að hann verður ekki svona naglfastur eins og margar styttur eru svona í bæjum, að þær eru bara alltaf á sama stað og verða einhver svona landmark, sko, þannig lagað. Kötturinn á hreyfingu, hann að slæðast hérna þannig að það mjög fallegt að hann skuli vera hreyfður pínlítið. Já, og svo skottið, þetta nú ekkert smotteri. Já, það svolítið langt á hann skottið, eða kannski mjótt, skulum við segja. Já. Að það svona, en þetta gerir sig allt saman og hver veit svo sem, og svo broddarnir upp á honum, sko, það líka svolítið atriði að þessi smáatriði upp á sem að gera hann svona ófrýnilegan svolítið, sko. Að það svona, já, þetta bara, mínum mati tókst bara alveg ágætlega, þetta verk. Og ég mjög stolt af því að hafa unnið þetta með þessum drengjum í fjölsmiðjunni. Já. Og þú sem sagt, ég ferð ekkert í jólaköttinn? Ég fer ekki í jólaköttinn, það eru alltaf einhverju sokkar eða eitthvað smálegt sem að kemur og ég vona svo sannarlega að fólk sem heldur upp á þessa þjóðtrú og þessa gömlu þjóðsögu haldi áfram og að segja sínum börnum frá þessu og reyna að verða sér út þó það sé ekki nema eitt sokkur. En þú ert nú ekki alveg búin að segja skilið við jólakettina, við ætlum að skoða þá sem sagt jólaketti sem þú gerir fyrir hver jól. Já. Við ætlum fyrst að skreppa upp í Arnarsíðu og skoða þar skreytingar og svo sem sagt setjumst við inn á kaffihús og skoðum minni jólaketti. Já, einmitt.
Jarðhúsin í þessum botnlanga Arnarsíðunnar eru nánast eins útlits og íbúarnir eru samtaka í útiskreytingum. Þær eru allar eins sem væntanlega ber vott samstöðu íbúanna. Já, við tókum ákvörðun þegar við fluttum hérna að við skildum setja svona hvítljósa á þakið til að einfalt að skreyta þetta fljótlegt og við höfum eiginlega haldið okkur við þetta síðan og svo þegar hafa komið nýir þá hafa þeir svona farið í það sama að taka þetta upp. Þannig að þetta allt saman eins. En hvernig kviknaði hugmyndinu? Var þetta sem sagt áður þannig að hver og einn var í sínu horni? Ég held bara, við heldum einhvern fund fyrst eftir við fluttum hingað og þetta var rætt og þá talaðum að eru allir með eins bara og svo byrjaði einn og hinn öpuðu eftir og þannig hefur það verið held ég bara. Og gefist vel? Já, gefist vel. En hvernig það þegar þið eru að setja upp jólaseríurnar? Er kveikt á sama tíma í öllum húsum? Nei, það byrjar bara einn og svo koma hinn eftir. Það er ekki flóknara en það. En eitthvað þurfið þið nú að ræða saman nágrannarnir þetta allt saman? Já, við höfum það er nú komið tíma á húsfund núna svona bara svo að allir heyri það. En við höfum svo sem ekki þurft mikið að ræða. Þetta eru eiginlega bara svona lítil einbýlishús. Við höngum saman á einhverjum 1 metri rúmlega kannski. Þannig að þó við tengjumstum öll þá höfum við ekki þurft mikið svo sem að leita til hvers annars nema með mokstur. Við greiðum 1000 krónur á mánuði í hússjóð og fyrir þann pening er greitt fyrir mokstur á plani. Það er svona eina sem við erum að borga í þessu félagi. En þessar jólaskreytingar, ég finnið þið það að þetta svona eflir samstöðu innan hópsins? Já, ég ábyggilega að gera það en við erum ekkert að halda henni gleðileg jólund á plani eða þannig sko. Nei, við höfum nú haldið svona samkomur yfir sumarið. Það hefur nú, eins og ég segi, það er komið tíma á það en við þurfum ekkert að gera því það er allt á tæru hjá okkur þannig að það er ekkert sem sagt vesen eða nein vandamál sem þarf að ræða. Við bara kaupum okkur málningu sem er bara merkt okkar húsi þegar við þurfum að mála sem við viðhald og svo bara kaupum hver sína peru þegar það þarf að bæta þar í. En ég trúi því svona að í gegnum tíðina þá hafi skreytingarnar þær hafa tekið einhverjum breytingum. Trén til dæmis þau stækka? Já, trén stækka svona 40 perur á ári. Það er bara þannig, þetta er orðið þannig. Það er ótrúlega hvað þetta þennur sig út yfir sumarið þó það virðist ekki vera mikið. Maður tekur ekki eftir þegar maður þarf að fara fjárfest í fleiri jólaljósum. Þetta er gott fyrir innflytjendur á jólaljósum. En þeir sem að flytjast hingað nýir, hvað segja þeir við þessari samstöðu? Eru alltaf allir sammála? Ég held að það sé búið að vera bara voðalega svona gott samkomulag með þetta og allir voðalega ánægðir. Það er nýbúið að flytja hérna fólk í hverfið og þau eru bara voðalega sátt og finnst þetta alveg rosalega fínt og þau byrja á því að kaupa sér seríu. Það vantaði seríuhúsi á þeim og þau skelltu bara upp seríu til þess að vera eins og fannst þetta bara frábært. En er komin tími á seríur? Ertu búin að leddvæða? Nei, ég er ekki komin svo langt. Maður er að kaupa allt og marga perur á hverju ári til þess að halda þessu gangandi. Það er svona 20 perur á hverju ári sem að verða ónýttar. En það er svolítið gaman að þessu, er það ekki að allir séu alveg eins? Jú, þetta gefur lífinu lit og sé allt í hvítu. Líka voðalega gott að hafa þetta svona þegar engin snjór er, þá lyftir þetta mann svolítið upp á þessum tíma, þannig að það er búið þægilegt. En svona 1. des hefur svona verið kannski dagur sem maður er svona farin að huga því að kveikja, en þegar engin snjór er þá bara grípur maður inn í sjálfur og kveiki ljós. En ég lítið þá á þessar skreytingar svona í og með að það sé verið að lýsa upp skammdegið? Já, ég held það. Við kveikjum þetta frekar snemma eða svona meðan nóvember og þetta logar eitthvað fram í febrúar og bara, þetta lýsir upp allt í kring. En trén eru með mislitum perum, það er svolítið svona jólalegra? Já, það er jólin. Það er alltaf svolítið fallegt að hafa jólatrén svona í þessum lit. En yfirleitt höfum við verið með allt hvítt inni, en við höfum aldrei haft svona stór og góð jólatré fyrir núna, þessi árin, seinni árin. Og við hérna á N4, við segjum bara gleðilega jólaaðvendu. Já, takk fyrir það, sömuleiðis. Takk fyrir það. Eftir að hafa
fyrir okkur ljósa dýrðina í Arnarsíðunni á Akureyri, röltum við niður í miðbæm á Akureyri, förum inn á kaffihúsið Bláu könnuna og við ætlum áfram að tala jólaköttinn. Aðalheiður Eysteinsdóttir, þú ert í jólaköttum fyrir jólin, þú framleiðir jólaketti. Já, jólakötturinn hefur fylgt mér síðan að hann varð til á vinnuborðinu hjá mér árið 2000 og síðan þá, ár hvert, hef ég búið til þessa litlu skúlptúra og þeir hafa verið að svona þróast og breytast allan tíman. Þannig að það er gaman að því að fólk hefur sem sagt gaman af því að eignast og gefa jólaköttinn og svona þá sögu sem að fylgir jólakettinum líka. Stóri jólakötturinn á Ráðhústorginu, hann 10 ára en sem sagt, þá varst þú búin að vera í þessu stússiðinu í 8 ár áður. Já, algjörlega. Og það, ég segi nú og svona nú að gera það kunnugt að jólakötturinn, þessi stóri, hann eigi heima í Kötlufjalli sem hér við utanverðan Eyjafjörð og hann hann vaknar af værum blundi svona þegar fyrir að líða jólum og þá byrjar hann sitt rölt svona niður að Ráðhústorgi en kemur við í Freyjulundi sem að einmitt þarna rétt hjá hans svona svefnstað og þannig hann kemur við í Freyjulundi og gýtur í raun og veru þessum litlu jólaköttum og heldur svo áfram leið sinni niður á Ráðhústorg og vappar þar eitthvað svona jólahátíðina. Þannig að ár hvert kemur hann til mín og kannski hefur hann verið búinn að koma nokkrum sinnum í Freyjulund áður en hann fór niður á torg. Hann bara svona kom við og gaut og fór svo bara aftur heim sín. Þannig að jólakötturinn, hann eyfiskur. Jólakötturinn eyfiskur og alveg sannarlega, hann það. Og það bara sýnir þetta ár eftir ár að hann hefur komið og svona verið með sína gleði sem fylgir þessum skúlptúrum niður á Ráðhústorgi að færa til Akureyringa og þeirra ferðamanna sem að hér fara Ég þekki fólk sem að kaupir jólaóróa alltaf fyrir hver jól. Já. En það þá þannig að það fólk sem að kemur og kaupir jólakött hjá þér og jafnvel núna setur upp 18. jólaköttinn? Já, það kemur fyrir. Já. Ég veit einhverja aðila, ekki marga, en ég veit allavega 2 aðila sem hafa alltaf keypt á hverju einasta ári og eiga þá orðið svona safn sem mjög áhugavert því að þá sé ég líka því að engir 2 kettir eru eins. Þetta alltaf búið til úr afgangshráefni og þannig að kubbarnir sem að fara í kettina ráða því í raun og veru svolítið hvernig þeir eru í laginu og hvernig stellingum þeir eru í. Þannig að það er mjög áhugavert fyrir mig að sjá því ég á ekki sjálf alla rununa en það er mjög áhugavert að sjá alveg frá upphafi hvernig þeir hafa þróast og breyst og eru alltaf á hverju einasta ári. Einhverjir svona nýir fítusar í þeim að þeir verða flóknar og flóknari og lengi vel voru þeir alltaf með málað andlit en síðan þegar þeir fóru að verða svona meira þrívíðir verka þá fór ég að hætta að gera andlitið á þá eða mála það á en auðvitað náttúrulega andlitið á þeim samt eins og ég á sjálf svona kolsvartan kött og hann bara kolsvartur og maður sér ekkert veiðihárin eða augun eða eitt eða neitt hann bara kolsvartur Þessi 3 sem eru hérna fyrir framan þeir eru nú heldur betur ólíkir stellingarnar? Já, ég náttúrulega eins og ég segi, ég á 3 ketti í Freyjulundi og þannig að það eru hæg heimatökin að fylgjast með og sjá hvernig þeir svona hreyfa sig og stilla sér upp. Þannig að þú fylgist með þínum köttum og svo allt í einu þá sérðu þarna mótífið þarna? Já, þess vegna. Eða bara þegar maður fer að vinna að köttunum þá rifjast upp og kemur upp í hugan að þú veist svona hinn og þessi stellingin En síðan hefur, þetta byrjaði allt saman árið 2000 vegna þess að svona vinir og velunarar fóru að skora á mig að gera lítil verk sem að fólk almennt gæti keypt og sem væri hugsanlega hægt að kaupa í jólagjafir. Því að ég hef svona kannski meira alltaf verið í stórum verkum
sem að kannski passa ekki alveg í jólapakka. Þannig að það svona var mjög ánægilegt að í raun og veru að koma til móts við fólk með því að gera þessi litlu verk. Og svo hefur jólakötturinn svona aðeins, svo hefur þetta svona undið upp á sig. Þannig að þegar ég var búin að gera eingöngu jólaköttinn í nokkur ára þá fór maður langa til að gera aðra smáhluti líka með. Þannig að þeir sem kæmu til mín á hverju ári gætu alltaf séð eitthvað nýtt til þess að þá kaupa sér. Og þannig hafa hinir og þessir smá skúlptúrar orðið til svona með jólakettinum. Eins og lítið fólk sem ég kalla frændfólkið eða kaktusar eða kindur og fuglar og núna síðast nýjasta nýtt eru hreindýr. Þannig að það bætist alltaf við flokkinn. Þú ert með listastofu í Freyjulundi og líka á Siglufirði. Er fólk að koma til þín og skoða eða þú ert með opið hús væntanlega svona á aðvendunni alltaf ár eftir ár? Já, ég hef einmitt verið alveg síðustu 17 ár með opna vinnustofur á aðvendu og þá er semst aðvendu helgarnar. Og núna í ár er opið aðvendu helgarnar fyrstu, þriðju og fjórðu aðvendu helgina í Freyjulundi. En aðra aðvendu helgina er opið í Alþjóðsum í Siglufirði. Þannig að ég svona skipti mér aðeins á milli. En þessir kettir, þú kannski ert ekkert endilega að spyrja fólk hvernig það nota þessa eða hvert gjafirnar eru. Veistu til þess kannski að kettirnir hefur farið erlendis en sagan jólaköttin er rammíslensk? Já. Ég einmitt læt fylgja með verkunum svona pistil samantekt á einmitt sögu jólakattarins af því að hún er sér íslenskt fyrirbæri. Og bæði á íslensku og ensku og fólk hefur mjög gaman að senda þetta erlendis og ég veit til þó nokkuð mörg skipti þar sem að fólk er að gefa jólaköttinn til erlendra vina. Þannig að hann hefur ferðast víða veröld. Það er bara skemmtilegt. Já, mjög gaman að því og eins og ég sagði áður að bera þessa gömlu þjóðsögu út og haldinni lifandi. Það er það sem er svo skemmtilegt við þetta. Jafnvel þó hún sé alveg hryllileg. Jafnvel þó hún sé hryllileg. En eins og náttúrulega sjá má að þá er svona aðeins búið að temja þessa. Þetta eru ósköp saklausir, litlir svona jólakattakettlingar. Þannig að það má með góðum aga bara temja þá og gefa þeim eitthvað gott að borða þannig þau þurfa ekki að leita neitt annað. En allir þessir litlu skúlptúrar, það er heilmikið vinna bak við þetta og hugsun náttúrulega líka. Já, auðvitað, það er allt vinna sem maður gerir. Það fer auðvitað þó nokkuð vinna í eitt svona verk. Svona sirka eins og einn vinnudagur eða, já, maður má segja það, svona sirka eins og einn vinnudagur sem fer í eitt svona verk. Þannig að, en það er mjög ánægileg vinna. Og ég tel mig vera mjög lánsama mannesku að geta unnið við það sem ég hef mest gaman að því að gera. Og vona nú sem flestir hafi það í lífi sínu, að þeir hafi gaman að vinnunni sinni. Það er mikið talað núna að endurnýta hlutina. Þetta eru svona afgangskubbar. Hversu langt gengurðu eða hversu langt geturðu gengið í þessu öllu saman? Pakkar það sinni í plast sem að fer svo út í náttúruna? Nei, ég pakka jólaköttunum í dagblöð, notuð dagblöð sem falla til aðalega frá foreldrum mínum sem eru áskrifundur á Morgunblaðinu og þannig að þar fæ ég pappír til þess að pakka inn í og ef ég þarf að senda þá er það, þeir passa mjög vel í svona rauðvínskassa sem eru góðir og sterkir kassar og rauðvínskassana fæ ég alltaf þegar eru opnanir og slíkt hjá mér þá safnast þeir upp sko þannig að ég reyna að nýta allt sem að tilfellur til þess að í alla mína starfsemi og þó að það sé í dag mikil svona vakning fyrir endurvinnslu að þá er ég náttúrulega búin að vera að vinna í endurvinnslu síðustu 30 ár og öll mín myndlist hefur mjög mikið markast af endurvinnslu og ég hef verið og var hér sérstaklega svona kannski kringum 1990 þá var ég tíður gestur á gámasvæðinu hér á Akureyri að leita mér að alls konar rusli og drasli til að vinna úr og ég man einmitt eftir því að það birtist einu svona heilsíðu grein mig í Morgunblaðinu
þar sem að fyrirsögnin átti að vera ruslakonan á Akureyri. Ég fékk því nú reynda breytt. En það strax þá sko, var ég alveg orðin þekkt hér á svæðinu fyrir það að vinna og endurvinna svona allt sem að tilfjall. Jólin nálgast Aðalheiður þegar þú ert að teikna upp sem sagt, þína jólaketti. Hvað hugsaðu? Ég yfirleitt, mér finnst svo fallegt að einhver skuli vilja koma til mín og kaupa verk af mér fyrir ástvini sína. Að foreldrar komi og kaupi verk handa öllum börnunum sínum á vinnustofunni minni. Mér finnst það gefur mér svo mikið, það svo mikið hjartahlýja og þannig að þegar ég sest niður til þess að búa til verkin, þá hugsa ég alltaf hversu falleg athöfn þetta að gefa þeim sem maður elskar mest þetta verk. Og það það sem ég hugsa.